1000 störf verða til vegna framkvæmda á Keflavíkurflugvelli og við flugstöð Leifs Eiríkssonar í sumar. Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia, bjartsýnn á endurkomu flugsins og segir 12 milljarða hlutafjáraukningu ríkisins í Isavia skipta gríðarlega miklu máli. Við hittum Sveinbjörn á Keflavíkurflugvelli. Þessar fyrirætlanir okkar sem við kynntum núna í byrjun árs, þær eru að ganga eftir. Og við erum búin að vera að vinna hörðum höndum að því núna síðustu mánuðin að undirbúa útboð og verðfyrirspurnir og eitthvað fara út frá okkur og eitthvað á leiðinni frá okkur. Það eins og staðinn núna þá verðist þessar tímaáætlanir ætla að standast og við erum frekar ná að spýta í heldur en hitt með þessar upphaflegu fyrirætlanir, þannig að við erum bara mjög spennt fyrir því sem framundan í sumar hjá okkur. 6 framkvæmdir á flugvallarsvæðinu um að ræða sem mun ljúka innan 2 ára. Það því óhætt að segja að líf sé að kvikna á nýjan leik á Keflavíkurflugvelli þegar heimsfaraldur hefur geisað í 14 mánuði. Stærsta framkvæmdina af þessum 6 stækkun á austurbyggingu en hún upp á 8 til 10 milljarða. Hún mun skapa mikið af beinum störfum á flugvellinum. Þá framkvæmd við suðurenda flugstöðarinnar þar sem meðal annars ný landgöngubrú verður sett upp. Framkvæmdir verða síðan á 4 stöðum á flugbrautum sem snúa að akbrautum og aðkomu að flugstöðinni meðal annars til þess að auka öryggi á flugvallarsvæðinu. Þá nýlokið við smíði landgönguhúsa úti á flughlaði. Farþegar munu því losna við vetrarkulda á leið í flugvélina. Já, þetta náttúrulega svolítið árstíðabundið, en við erum að sjá fyrir okkur til dæmis í sumar að stærstu mánuðirnir í júní og júlí að við getum verið að búa til 700 ný samtímastörf hér á flugvellinum og þá erum við bara að tala bein störf við framkvæmdirnar. Við erum líka þá að sjá fyrir okkur að það verði til óbein störf hérna í samfélagunum í kringum flugvellin og við höfum verið að skjóta og það geti kannski verið 200-300 störf. Þannig að við getum verið að sjá alltaf 1000 störf verða til eingöngu tengt þessum framkvæmdum á svæðinu. Varðandi fjármögnunina á þessu, hvað getur þú sagt okkur um það? Þið fenguð peninga til þess að fara í þetta mál. Var það búið að vera í einhverju smá á hold, getur við sagt? Já, það sem við gerum þegar COVID byrjar þarna fyrir réttur ári síðan, þá náttúrulega erum við í töluvert mikill óvissu bara hvað verður recovery, hvað mun það taka langan tíma og það hefur aldeilis óvissan ennþá til staðar núna árið seinna. Þannig að við þurftum að tryggja það að við hefðum fjármagn til þess að lifa bara eins lengi af tekjuleysið og fengum hlutafjármögnun frá ríkinu strax í apríl og það var eyrnamerkt framkvæmdum sem við þá fórum í á síðast ári. Við náðum að tryggja ykkur lánsfé sem gerði það verkum að við gátum haldið upp ákveðnum umsvifum sem tengist þá framkvæmdum en við treystum okkur ekki til að skuldbinda okkur í ykkur stærri verkefni algjörlega í myrkrinu með það hvernig fjármögnun hægt háttað til framtíðar. Og svo var þetta bara síðsumar, snemma síðastliðið haust sem við fórum svolítið að vinna með þessa hugmynd að reyna að koma sem mest á stað, nýta tímann, sjá hvað fjármagn til þess og áttum góð samtil við náttúrulega stjórnmálumenn á Suðurnesjunum og við fjármálaráðuneytið og það sáu allir valjú í þessu og lögðust allir á eitt með að þetta næði að ganga eftir. Þannig að þetta var hvergi þessi ákvörðun það að auka hlutafé í Isavia, ég held að hún hafi hvergi lent í neinni fyrirstöðu. Það lögðust bara allir á eitt með að klára þetta og með sameiginlegu átaki að þá náum við svona árangri. Það bara þannig. En hver staðan í dag? Fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá voruð þið kannski að sjá að flug væri að fara svolítið í gang núna á vormánuðum. Hvernig staðan núna? Já, við og það var eiginlega bara í byrjun þess árs að þá var ég ennþá þeirri skoðun að flug myndi hefjast í apríl-maí. En það ljóst núna að svo mun ekki gerast. Það náttúrulega mikil umræða í þjóðfélaginu það hvenær og með hvað hætti mögulegt að opna landamærin. Og það veltir svolítið á því hvenær við getum séð fyrir okkur að flugum fyrir að fara af stað. Það bara hvenær ferðatakmörkunum verði aflétt. Við getum haft svolítið sjálfræði það á Íslandi, bara með stýringu á okkar landamærum. En það sem kannski jákvætt núna, að þátt fyrir það að tímasetningi sé óljós, að þá erum við náttúrulega með kannski 2 okkur stærstu mörkuðum á sjóndeildarhringnum. Og þá að tala Bandaríkin og Bretland. Og Bretland búið að bólusetta, ég held yfir 70% af þjóðinni. Og Bandaríkjamenn búin að bólusetta mikið, komið mikill ferðahugur í Bandaríkjamenn og Breta. Og við erum að fá mikla og góða umfjöllun og við finnum fyrir gríðarlega miklum áhuga hjá flugfélögum
Við vitum að Icelandair í starttólunum og erlendu flugfélögin okkar hafa verið að bæta við sig í sínum áætlunum fyrir sumarið. Og þessi tveir markaðir hafa fyrir COVID voru að koma kannski með 60% af öllum erlendu ferðamönnum sem komið til landsins. Þannig að við erum full bjartsýni, en við höfum heldur ekki gleyma því að til að þetta geta náð þessum massa inn, þá verðum við að koma þessum flugtengingum inn aftur. Og flugtengingarnar verða til þegar leiðakerfið hjá Icelandair fer af stað. Og þannig að við verðum einhvern veginn þegar við förum af stað að passa upp á það að það verði öll hjól verði bara vel smurð. Og það má alltaf búast við því að við fáum einhverja bakslög og eitthvað svoleiðis, þannig við erum að vera viðbúin undir það. En þegar þetta gerist þá er ég sannfærður það að endurheimtin okkar að hún verði tiltölulega hröð. Og nýjar fréttir núna bara Play, flugfélagið Play. Já. Veistu eitthvað það? Nei, sjálfur sér ekkert meira heldur en bara ég hef lesið í fréttunum, en auðvitað er þetta bara jákvætt fyrir okkur öll. Þetta er jákvætt fyrir ferðaþjónustuna og fyrir höbbin okkar og allt. Og það er alveg aðdáunarvert að sjá hvað stofnendur Play hafa haldið þetta lengi út, farið í gegnum heilan heimsfaraldur og eru á þessum stað núna. Þannig að það verður bara mjög spennandi að fylgjast með næstu skrefum þar. Þannig að ef ég myndi biðja þig að spá svona fyrir sumarið, næstu mánuð og eftir, og kannski bara, eftir 9 mánuði, 1 ár, myndirðu giska á einhvern veginn hvernig staðan geta orðið? Ég veit það kostar mér spurninguna. Já, búin að geyma þessa lengi. Búin að geyma þessa lengi. Það er náttúrulega algjörlega ómögulegt að spá. En auðvitað er það þannig að það eru komnar ákveðnar væntingar samt uppi hjá manni. Það eru ákveðnir hlutir að raungerast eins og til dæmis bara með bólusetningarnar og annað og þetta sem við höfum verið að bíða svolítið eftir að það er að finna áhuga frá ekki bara ferðamönnum, heldur líka svo mikilvægt að finna það að flugfélögin sem hafa verið að fljúga til okkar, þau eru ennþá til staðar og það er ennþá áhugi hjá þeim og hann er jafnvel þannig að í óvissununa þá verður hann jafnvel að minnsta kosti ekki minni heldur en hann var og einhver flugfélög sem velta fyrir sér að fljúga meira heldur en gerði fyrir COVID. Þannig að það er mjög jákvætt að finna það, en svo er það bara spurning tímasetninguna og ef að léttir á ferðatakmörkunum segjum við mitt sumar, þá held ég að veturinn verði góður. Hann hefur alla möguleika til að vera góður hjá okkur, svo framarlega, svo maður seti varnaglan á, svo framarlega sem að heimsfaraldurinn fari ekki að flækjast meira fyrir okkur heldur en að gerir í dag. Hvernig er þetta samband ykkar við flugfélögin? Er þau í bandi eða eru þið bara í stöðu sambandi möguleikana sem eru fram undan? Já, við hefum reynt að halda mjög góðu sambandi við flugfélögin og auðvitað hafa verið miklar breytingar á flugfélögunum þannig að stundum hættu bara ykkur á hinum endanum að svara símanum af því að það voru bara breytingar hjá flugfélögunum. En við höfum náð að halda mjög góðu sambandi við flugfélögin okkar og erum til dæmis búin að setja til hliðar markaðsstuðning til flugfélagana þar sem við ætlum að auðvelda þeim að taka ákvörðun að byrja að fljúga til Íslands aftur. Hvernig gerið þið það? Við gerum það með því að deila með þeim áhættunni. Það er ákveðin fjárfesting að byrja að fljúga hingað. Það þarf að markaðssetja og annað slíkt og mögulega fyrstu flugin verða kannski ekki með þeirri sætanýtingu sem óskað er eftir. Og þá komum við og greiðum markaðsstuðning til flugfélagana, uppfyllum einhverjum ákveðnum reglum og skilyrðum og auðveldum þeim þannig að taka áhættuna því að taka fyrsta skrefið. Manni verður að hugsa til þess að það er ekkert svo rosalega langt síðan að það var hér alltaf fleygi ferð og við erum staddir hérna út á braut. Það er rosalega rólegt hérna núna, það er mjög rólegt inn í flugstöðinni, en það er ekkert svo langt síðan að það var alltaf fleygi ferð hérna. Ef að hlutirnir fara í gang og það getur gerst nokkuð hratt, þá þurfum þið að vera klárir hjá Isavia meðal annars ásamt náttúrulega mörgum öðrum aðilum sem eru með rekstur hérna á svæðinu. Sérðu alla þessa aðala, ykkur og aðra bara hjóla bara í það þá að ráða fólk á nýjan leik? Það er ekkert öðruvísi? Það er ekkert öðruvísi og ég get talað bara fyrir okkur að við höfum alla burði til þess og við höfum passað rosalega vel upp á það og það hefur oft verið erfiðar ákvarðanir í tekjuleysuna en við höfum passað upp á það að halda einmitt innmögunum okkar þannig að við getum kikkað svolítið hratt í gang. Og eitt af því sem við erum að gera núna að varðandi sumarið að við erum ekki til dæmis byrjuð að festa til dæmis sumaráningar en við erum alltaf undirbúin undir það með hvað hætti getum við stytt þjálfunartímann eða byrjað að forþjálfa eða eitthvað slíkt bara til þess að geta hlaupið á stað. Og ég veit að okkar viðskiptafélagar á flugvellinum eru nákvæmlega sama sinnis og við höfum verið í mjög góðu sambandi við alla viðskiptafélagana. Við erum alltaf með fullt af fyrirtækjum inn í stöðu sem eru lykillinn að þessum óflutningu tækjum okkar sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir okkur. Þannig að það er óbærslega mikilvægt fyrir okkur að
þetta samfélag hérna á flugvellinum, að það virki. Við erum bara lítið hluta af samfélaginu. Við erum kannski plattformið hérna með flugvellin, en þetta samfélag er miklu stærra heldur en bara Isavia, sko. Sérðu fyrir þér eitthvað breytingar, finnst þér að hafa eitthvað gerst þannig lagað í kófinu að verði eitthvað breytingar í öllu þessu flugvallarsamfélagi út af COVID? Veit ég kannski beint á starfseminni, en það eru svona fullt af hluti sem við erum svolítið í myrkrinu með, og það er til dæmis bara hvernig mun farþeginn haga sér inn í flugstöðinni. Þegar að fer að fylla svolítið að fólki aftur, með hvað hætti kaupir hann sér veitingar til dæmis. Ég meina hvernig þú ert ekki að fara í salatbarinn kannski á flugvelli einhvers staðar út í heimi sem þú kannski treystir ekki alveg umhverfinu. Þannig að það er þessi hegðun farþegans sem er svona óvissa og við erum bara svolítið undirbúin undir það að vera sveigjanleg. Þannig að en þegar kemur að bara svona ferðahegðun, þá held ég að þetta er ekki nema ár síðan COVID byrjaði, og fólk er ekkert búið að gleyma því hvað er mikilvægt að ferðast. Og við sem eyríki, við mögum heldur ekki gleyma því að flugvöllurinn hérna, hann snýst ekki bara ferðaþjónustuna. Ferðaþjónustan er gríðarlega mikilvæg og einn af máttarstólpunum í samfélaginu. En við erum að tala um útflutning og við erum að tala um aðgang að alls konar hlutum eins og menntun og menningu og öllu þessu. Og það er þetta sem við ekki gleyma fyrir okkur sem eyríki. Við verðum að vera tilbúin til þess að aðlaga okkur að þeim breytingu sem gætu orðið. Það er þessi besta svar þessar spurningu bara þannig að það er undir okkur komið að bregðast við því á réttan hátt, ef það er verða. Störfum hefur fækkað mikið hjá Isavia á Keflavíkurflugvelli frá árinu 2019 og fækkun hófst fljótlega eftir fall WOW air. Sveinbjörn segir mikilvægt að hafa náð að halda innviðum félagsins gangandi fyrir endurkomuna. Þannig að við erum búin að vera svolítið á bremsunum, búin að vera svolítið í vörn núna í svolítið langan tíma. En við vitum af því að það er þá á móti óbúslega mikið að góðu fólki hérna úti sem við treystum á að muni koma og taka sprettinn með okkur þegar það kemur. En jú, þetta er búið að vera mjög erfitt, en þetta eru ég held að fjöldi stöðugilda hafi fækkað 47% eitthvað slíkt milli 2019 og 2020 þannig að helmingurinn hér. Já, þetta segir bara alla sína sögu og við náttúrulega erum miðum heimsfaraldri. En við höfum þó náð að halda allavega innviðunum í lagi til að vera tilbúin. Þá erum við ekki flöskuhálsinn þegar þetta fer allt saman af stað aftur. Það er algjört lykilatriði. Núna er gos í Grindavík og er þetta annar lukkuvinningur hjá Íslendingum? Ég held að gosið er að fá gríðarlega mikla umfjöllun og klárlega hjálpar okkur í markaðssetningunni, og það er alveg í mínum huga augljóst að það munum koma enga ferðamenn þegar að flug fer af stað aftur eingöngu til að sjá gosið, og það er mjög aðgengilegt þetta gos, þannig að það hefur mikið með sér. En það væri alveg heppilegt, þetta væri ekki alveg svona í bakgarðinum hjá okkur, en við höfum svo sem engar sérstakar áhyggjur af því að þetta muni trufla starfsemi flugvallarins, en það eru svona hlutir sem við þurfum bara að vera óbúslega meðvituð sem að snýra gasmengun og annað, því að það getur bara orðið svona heilsumál hérna á hlaðinu. Við erum með fullt af fólki alltaf að vinna hérna á hlaðinu og við þurfum að vera bara mjög meðvituð það að fylgjast með mögulegri gasmengun og við erum þegar farin að vinna með stjórnvöldum að því að reyna að finna út úr í hvernig þessi sú þróun geti verið. Þannig að það var alveg heppilegt að þetta væri pínlítið lengra frá, en klárlega mjög góð markaðssetning. Nú stendur til að opna landamærin 1. maí, það var talað um það. Hvaða tilfinningu hefur fyrir því? Já, við höfum í gegnum alltaf COVID og þá höfum við farið að tilmælum stjórnvalda í einu öllu þegar kemur að okkar viðbrögðum við COVID. Sem kannski skiptir máli þegar kemur að opna landamærina er það að þeir eru teknar ákvarðanir, að þegar ríkisstjórnin tekir einhverjar ákvarðanir, að við hins svolítið fylgjum okkur á bak við þá ákvörðun og allir einhvern veginn vinnir saman í því að opnunin verði þá árangursrík. Það sé stóra málið, en það er náttúrulega svolítið erfitt að hafa skoðun á því hvað sé skynsamlegt og ekki í miðjum heimsfaraldri, en það er samstaðan sem er númer 1 og 10, það er ekki spurning.